Í Jesú nafni, í Jesú nafni, í Jesú nafni. Ég bið englana að koma og vernda þessa miðlun og þennan hóp. Ásetningurinn að miðla frið og heilun inn á jörðina og inn á mannkynið og færa blessun inn á jörðina í Jesú nafni. Amen. Ég nýjama. Við í stjörnubandalaginu ætlum að senda ljóskóða niður. Inn í hjörtu mannkynsins, inn á jörðina. Tete uri itite, ute etete, ute etete, na ite, ukatata ate, na tu ute, utete, ete, atu ute etete, atu ute etete, na ete, ika atu. Atu u ake ete na ite, itu u ate ite, etu u ake ite, eku u ate ite, na te tete. Uke ete ate, uke ete ate, nahu ua ate enu. Ute eke ene. Ite ate ene ute, ate ene ute ete, ate ene ute ete. Ene ate. Ene ate ute ene. Ite ane ite. U ate ene ute. Na ete une ate. Ta ene ute. Ene ute. Ene ute. Ta ekele. Atu una ate, atu una ate, atu una ate, atu una ate, eturu ura tete. Naturu ure ete.
Níema og stjörnubandalagið sendir blessun inn á mannkynið og inn á jörðina. Takk fyrir. Æsis hér. Æsis vil senda blessun inn í þennan hóp, segir hún, inn á jörðina, inn á mannkynið. Ramses stígur fram og heldur höndunum í hjarta sitt til að miðla kærleikanum, til að miðla sannleikanum og friðinum inn á mannkynið og inn á jörðina. Ramses vil segja og sýnir hann sýnir steina sem eru notaðar til að hlaða vegg og hann sýnir hvernig þessir veggir sem eru hlaðnir úr steinum og eru manngerðir, segir hann, eru tákn hvernig maðurinn hefur byggt upp hindranir, vill hann segja, fyrir mannkynið að þróast. Og þessir hlöðnu veggir eru tákn kerfin sem eru takmörkuð og þeir eru hlaðnir tákn hversu þung kerfin eru og hversu takmörkuð þau eru og hversu íþyngjandi þau eru fyrir mannin, fyrir sálina og fyrir þróun inn í sálu mannsins. Margar sálir, segir hann, eru í fangelsi þessara hlöðnu veggja sem er búið að byggja allt í kringum þau og sjálfan sig, vill að segja, vegna þess að þessir múrveggir sem búið er að byggja upp spegla inn í sálu mannsins hversu takmarkaður hann er og byggja upp ákveðna lygi og blekkingar inn í sálu mannsins þegar maðurinn sér bara hlaðna veggi sem tákn þungt kerfi, flókin kerfi, stór kerfi í öllu því sem maðurinn þarf að tengist daglega í sínu lífi og myndar þessar blekkingar. Ramses vill segja blekkingarveggi sem eru ósýnilegir en sýnilegir
í upplifun mannsins af kerfunum. En hann vill líka segja og sýnir núna valdarmenn á jörðinni í tákn arna sem eru svartir og stjórna og stýra þessu hlöðnu blekkingarveggjum. Hversu stórir þeir eru og hversu breiðir þeir eru og hversu þéttir þeir eru. Þannig að maðurinn og sálin þarf að fylgja og ganga meðfram þessum veggjum, þessum hlöðnu blekkingarveggjum, til þess að halda honum í fangelsi, vill hann segja, þar sem að sálin eða maðurinn trúir inn í sér að hann er takmarkaður. Blekkingarveggirnir eru eins og völundarhúsin og sýnir hann flækjustigið í hvernig búin að hlaða þessa veggi. En sem betur fer, segir hann, og nú sýnir hann hvernig hópur af fólki og sálum eru farin að sjá sannleikann inn í sér og eru farin að nota verkfæri og sýnir hann núna hvernig hópur manna og sýnir hann núna hvernig það eru verkfæri í höndum fólks til að brjóta niður þessar blekkingar og sýnir hann líka hvernig skynjun og sýnir hann núna stórt auga í enninu á þessu fólki sem táknum og segir hann að þessi hópur sér í gegnum þessa hlöðnu, íþyngjandi blekkingarveggi sem eru blekkingakerfi og hamla jarðarbúum, vill að segja, mannkyninu í að þróast áfram inn í kærleikann. Blekkingaveggirnir halda manninum í óttanum, halda manninum í lyginni og í hömlum, segir hann. Já. Þessi veggir, hlöðnu veggir, hrynja með nýjum verkfærum. Verkfærin hérna sýnir hann núna bara exi og sýnir hvernig það verða stærri og öflugri verkfæri sem eru ekki í efninu, heldur sé ég að maðurinn fær stærra auga í enninu, þar sem skynjunin er meiri og meiri og stærri og stærri. Á sama tíma opnast og vill hann núna segja upp inn í kerfi sitt, inn í sálu sína, skilningin á blekkingunni og boðskapur kærleikann og sálartenginguna mun eflast á jörðinni og á sama tíma verða þessi verkfæri til að taka niður blekkingaveggina, stærri og öflugri, þar sem kerfin eru stór og mikil í mörgum tilfellum. Já,
Hann vill sýna núna vaskir. Þar sem þeir sem hafa opnun í enninu og hjartanu bera vaskir. Og það þarf að þvo, hella vatn í lófa, sýni hvernig vatn hellt í lófa mannsins sem í blekkingunni, og hann þarf að þvo andlit sitt og þvo hjarta sitt og hreinsa blekkinguna frá og upplifa hvernig þessi blekkingabeggir hafa orðið til og hvernig þeir liggja og hvernig þeim viðhaldið og byggt við þá af valdarmönnum sem stýra þessu blekkingarveggjum. Já, Ramses sýnir núna stórt hlið þar sem maðurinn mun ganga í gegnum sem eru tími breytinga. Hliðið bogadregið og sýnir hvernig æsis stendur við ofan hliðið með útbreidda vængi og í gegnum hliðið gengur manneskjan sem hefur losnað úr blekkingunni og sér blekkingarveggina og gengur í lið við aðra sem hafa stigið inn í sannleikann og eru með verkfæri og kunna nota verkfæri til að rífa niður blekkingarveggina. Ramses segir blekkingaveggirnir hrynja. Þeir hrynja eftir því sem sannleikurinn eflist á jörðinni og fleiri taka þátt í að tala sannleikann og birta blekkinguna og hjálpa þeim sem þurfa hjálpa að halda að ganga í gegnum hlið sannleikans, vill hann segja. Árið 2026, 2027 verður hlið sannleikans opið og fleiri munu ganga þennan veg. Maðurinn verður frjáls inn í hjarta sínu, inn í sálu sinni. Veggirnir, blekkingaveggirnir hrynja
og ný uppbygging og nýtt upphaf að hefja, segir hann. Og hann sýnir stór glæsilegt hlið sannleikans með æsis fyrir ofan sem tákn kærleikan og sannleikan. Hann sýnir líka nýja leiðtoga koma inn sem raða sér kringum hlið sannleikans og munu styrkja og efla hliðið, gera það sýnilegra og gera það hluta af breytingunni sem komin inn á jörðina. Takk fyrir, segir Ramses, takk fyrir. Hann sendir blessun og kærleik inn í þennan hóp. Takk fyrir.